Núna ættu við að vera komna live bara. Já, það. Já. Ég að bíða eftir að sjá einhverja notification að ég sé alltaf orðin live. Hvar finn ég síðan hlekkin á hvernig við getum hringt inn í fólk? Já, fólk getur hringt inn. Bíddu, go live now. Núna ætla ég bara prófa hérna. Af hverju virkar þetta ekki bíddu aðeins? Go live. Bíddu. Go live now. Ok, kannski erum við í útsendingu. Ég ætla að prófa að fara... Ég einmitt að fara inn á síðuna til að tjekka það. Já. Ef við erum það, þá náttúrulega bara erum við útslag kúl. Já. Gert hlutina bara rosalega vel af eitthvað. Ætti það ekki að vera á síðuna okkar, Facebookin okkar? Já, bara, jú, annarkvort inn á samstöðinni eða öryrkjaráðinu. Sjá. Bíddu nú við. Ég sé nú engin merki það að við séum akkurat núna live, sko. Það ekki? Nei. Ef einhver sér okkur, þá má senda okkur message og láta okkur vita. Ég held ég hefði fengið tilkynningu að við varum að vera live ef að, fattar við? Já. Einmitt. Það kemur ennþá hérna waiting for live video hérna sko. Sko, live stream key. Ég búin að taka þennan stream key og setja hann inn. Og við erum, förum í gegnum restream. Þannig að zoomið að fara í gegnum restream. Share to pages groups. Má ég sjá. Hérna. Já, ég get ekki ítt að taka hann hérna. Go live, byrju, ég ætla að prófa aftur hérna. Go live now. Þetta hverju get ég það ekki? Kannski áttu bara að gera það í einhverju öðru. Eða kannski áttu eftir að setja inn einhvern text einhver staðar eða eitthvað. Já, það gæti verið sko. Það er það sem ég er að leita. Svona. Svona, save. Já, þetta er svolítið svona. Ég ætla að prófa hérna. Þannig kemur schedule live video og ég ætla bara að prófa að segja go live now. Akkur segir hún waiting for live video. Ég ætla að prófa að kópera. Áttu eftir að senda það út frá... Ég ætla að prófa að kópera aftur þennan stream key hérna. Nei, þetta ætti nefnilega að vera. Það er ekkert eitthvað sem þú þarft að setja af stað í hérna Zoom eða eitthvað. Nei. Nei. Ég held ekki, sko. Connecting live video kemur núna. Jú, nú komum við inn. Nú duttum við inn. Er það? Já. Nú, ég ætla að fá svona tilkynningu hérna í... Við erum kannski live og við vitum það, en við erum að prófa okkur í fyrsta skipti, þannig að ef þið eru að horfa okkur, bara andið ljúft.
Við ættum að vera live. Bíddu nú við, nú ætla ég að fara aftur inn á hérna. Sjá. Hvað gerist þegar þú farið inn á? Ég sé ekkert hérna. Ég ætla að prófa að fara inn á samstöðuna bara upp á djókið. Hvort það getur verið þar inni. Mér finnst að ég ætti að fá tilkynningu ef það væri eitthvað vídeó í gangi, sko. Því að þú veist, ég er svo mikið búin að læka alla síður sem að ætti að láta mig vita, sko. Bíddu. Núna? En núna? Nei. Sko, inni í já, bíddu. Go live. Hvað gerist þá? Hérna, aftur. Nú erum við live. Heldur það? Já. En ég er ekki í neinum fínum fötum. Hvað er það að gera? Nei, ekki. Ég held þið séum live. Já, ok. Jú, sérðu okkur einhver staðar? Já. Heyrðu, ég held ég að samstöðinins live ná öryggisalinn. Er það ekki? Jú, hringdi gegnum Zoom. Við erum ógeðslega mikið live, við erum ógeðslega cool. Heyrðu, já, ég ætla þá bara að byrja því að segja vel. Ég ætla þess að mjúta hérna fyrir ekki. Svona, ég ætla þá bara að byrja því að bara segja velkomin í Öryrkjaráðið á þessum föstudegi. Við erum sem sagt í beinni útsendingu og þið getur hringt inn, þannig að endilega ég ætla kommentið fyrir neðan myndbandi ef þið viljið hringja inn, en annars erum við bara að spjalla. Spjalla vikuna. Já, spjalla vikuna. Þannig að hvað segirðu bara? Ertu búin að setja þetta komment inn? Mér langaði svo að deila þessu á síðunni minni. Heyrðu, nei, við skulum að setja aðgangumiðan inn í Zoom samtalið. Já, Já, bíddu. Ég ætla að finna út úr því hérna. Það kemur sko enginn að hringja inn ef hann hefur ekki símanúmerið, sko. Nei, það er alveg rétt. Þannig að bíddu, ég sendi þér þetta áðan. Þetta er inn í pósthólfinu þínu náttúrulega. E-mail eða Messenger? Nei, hérna linkurinn í Zoom. Já, ég meina, sendur mér það í e-mail eða Messenger? Já, ok, já, ég veit hvað þið. Þú veit hvað ég veit, en ég er búin að finna þetta. Ég skal setja það inn núna. Ég er að kópera það. Ég ætla að vera klár og ekki kópera það. Svona, þetta getur öryrkinn, ha? Þetta getur öryrkinn. Innringinúmerið er komið, ég hefði nú kannski hægt að segja eitthvað meira um það, en það er allavega þarna ef þið viljið kíkja. Já, ég ætla að pósta þér þessu inn á samstöðuna eða? Bara undir vídeónu sem að ég fann. Öryrkjaráðinu eða samstöðunni? Góð hugmynd, ég veit ekki, sjáum til, Öryrkjaráðið. Hvort það er að setja það sér líka þar. Afsakið, ég er rót það því. Svona er þetta líka þegar maður er sko alveg live, þá er allt að gerast sem maður er að gera, maður getur ekki bara eitthvað pikkað út ef maður gerir eitthvað af sér. Já. Ég er búin að setja þetta inn í Öryrkjaráðið líka, vonandi sjá sem flestir þetta og þú deilir kannski watch leppnum. Já. En eigum við þá bara að fara að hafa okkur eins og manneskjur? Já, höfum okkur bara eins og manneskjur og þið bara, við minnum á það að þið getið farið inn á þennan hlekk hérna fyrir neðan og komið inn í samtalið, þannig að þetta er svona öryrkjasálin.
kannski ekki næstu verður við orðnar úksta klárar og eru með hlekk á myndinni eða eitthvað, ég veit ekki hvernig þetta við gerum þetta einhvern veginn meira fancy næst, en þetta allavega tilraunaverkefni dagsins. Já, og bara til að vita hvernig þetta gert, sko. Algjörlega. Og eins og ég sagði áðan, þegar við heldum að við værum kannski komin að live-inu vorum það ekki, að þá þetta einmitt alveg bara svona mjög típist öryrkjaframkvæmd, að við höfum kannski ekki orkuna til að hafa allt saman fullkomið, en við tilraunum okkur inn á staðinn. Já, bara. Það bara þannig. Algjörlega. Herðu, en hvað segirðu, bara? Herðu, aldrei svo vant. Nei, ég segi svona, ég er búin að vera dálítið að spá í alls konar hlutum. Nú erum við, sko, það gladdi mér alveg óstjórnlega í gær að frétta því að egypska fjölskyldan væri komin með landvistarleyfi. En leið þá fór ég að hugsa annað sem hefur oft komið upp í umræðinni, sem annar vinkill á þetta með öryrkjana og þetta. Að það stundum fjölskyldur að koma eða einstaklingar, eins og það kom á tímabili maður inn sem hann hafði fótbrotnað og var í áfallastreitu og átti dóttur sem kom með honum hérna inn og allt þetta. Og það þessi umræða við erum ekki að vera að taka inn fólk sem ætla síðan að lifa á kerfinu. Sem ég ótrúlega ósammála því að við erum einmitt að vera að hjálpa fólkinu sem að koma úr umhverfi þar sem ekkert sem styður við þá. Og jú, það alveg satt að það frábært að fá fólk sem fær sér vinnu hérna og allt það líka. En alveg eins og þeir öryrkjar sem eru fyrir hér á Íslandi, þá þetta ekki gagnslaust fólk. Þetta bara fólk sem vill fá að búa í öryggi. Og ég að vinna með Rauða krossinum í verkefni þar sem ég hef eignast vini sem eru flóttamenn. Og ég alltaf að reka mér á það aftur og aftur hve mikið þetta öryggi sem við sjáum sem svo sjálfsagt algjörlega bara furðulegt fyrir þeim. Eitt sem alltaf þegar hann að tala um eitthvað nýtt þá spyr hann mig og hvernig get ég farið í eitthvað þannig ég verði ekki svindlað á mér og þarf ég að tala við einhvern og gefa einhverjum pening og allt þetta. Já. Og svo veit hann af núna, til dæmis sá einstaklingur veit af móður sinni og sem mjög veik heima hjá sér og í landi þar sem að hann getur ekki treyst í hvernig meðferð á henni verður á meðan hann var líka að spyrja vinkonum sína sem hann átti hérna heima og ég var að segja honum það að þrátt fyrir allar aðstæður þá væri það væri frekar tryggt að viðkomandi hefði allavega ágætis heilbrigðisþjónustu þrátt fyrir að núna komið upp sú staða að bæði ég og önnur manneskja sem ég þekki erum að lenda í því að það verið að fresta öllu sem að gerast inn á Landspítala út af sóttkvíar hlutum að þá erum við samt sem áður bara, það hægt að treysta því að læknarnir sem að þau að tala við séu ekki að fara með því að einhverjum svona annarlegum ásökum skilurðu, að þú sért ekki metin hitt og þetta, þótt að við séum auðvitað með alls konar hluti eins og konur lenda í að þeim ekki trúað og alls konar svoleiðis og þá svona í heildina séð, þá erum við með þetta öryggi, þú getur labbað út af götu, þú getur alið upp börnin þín, þú getur losnað við þennan stóra part af því sem að aggrivera þig og mér finnst ekkert að því að taka við þessu fólki og ég vil eiginlega bara helst taka við þessu fólki og bjóða því að þurfa ekki að bæta þessu á áhyggjurnar sínar. Já, einmitt. Ég alveg sammála því. Það náttúrulega einmitt. Eitt af því sem við höfum hér í þessu ríka landi í rauninni, það er þessi svo kallaða velferð sem að þegar hún gengur sem best og þá er hún góð og auðvitað, ég held að þegar sumir að tala um að eitthvað fólk sé að koma af því að hér sé velferð að sé að sækja í velferðina, þá er það náttúrulega örugglega líka alveg rétt. En það er ekkert að því, þú veist, og það er ekkert að því að ef einhver úr fjölskyldunni til dæmis ekki fá þá heilbrigðisþjónustu eða eitthvað sem hann þarf á að halda í sínu heimalandi, þá sé ég ekkert athugavert við það að fólk leiti, ég meina Íslendingar gera þetta.
Við fórum til Noregs í hrúum hérna á tímabili til að vera hjúkkur eða bifreiðarstjórar eða eitthvað. Nákvæmlega, fólk fer alveg bara, ég meina, fólk leitar lækninga og lyfja sko hvert sem annað. Og ég endurtek það sem að hérna ég við vorum að tala við konu hérna daginn sem að leitaði lækninga fyrir hérna son sinn í Bandaríkjunum og dóttur sína, já. Hún Elisabeth, hún einmitt eins og hún sagði, við höfðum tök á því, það ekki allir sem hafa tök á því. Og það náttúrulega sko, þarna kemur þessi sko balans líka sko. Ég sem manneskja með hérna, ég er langveik, ég með sjaldgæfan sjúkdóm sem að fólk kannast ekki mikið við, sem þýðir það að ég í ýmsum vandræðum með að komast, að fá rétta hjálp á réttum stöðum. Ég líka í vandræðum innan félagskerfisins að því passi ekki inn í kassana og félagskerfið líka undir fjármagnað þannig að það kannski samþykkt fullt af hjálp fyrir fólk sem það fær ekki. Þetta hlutir sem eru mikilvægir, þeir eru mikilvægir. En þegar maður horfir á heildarmyndina þessa dagana þá verða þeir að svona pínu, maður verður svona minna, fókusin hjá mér núna bara orðin bara guð hvað ég óhugnanlega hamingjusum að vera hér á Íslandi, þú veist, í minni einangrun, í minni búblu, geta verið bara hér og vita það ekki að fara, einhver stjórnmálamaður ekki að fara að breyta allri heilbrigðisþjónustu fyrir mig bara út af því að hann fær atkvæði fyrir það eða þú veist, við erum bara alveg fáránlega vel stödd, en þótt að við höfum fólk sem ógeðslega illa statt á íslenskan mælikvarða, og þá jafnvel það fólk aðeins betur statt heldur en fólki sem eru að koma inn. Og það þýðir ekkert að við þurfum ekki að laga til hérna heima hjá okkur, en ég að kunna meta Ísland svona aukalega þessa dagana með þetta að gera, sko. Og já, ég glemdi því, ég ætlaði að segja, ég ætla að endurtaka þetta kvót. Það engin móðir eða faðir sem að sendir barnið sitt á bát út á Ballarhaf til að reyna að komast frá einu landi til annars, nema staðan sé einmitt sú að hérna það öruggara að setja barnið á þennan bát heldur en að vera það sem þú ert áður. Og ef sú staðan, þá ættum við svolítið að skilja það af hverju þetta fólk þarf ekki fara leiðir sem ekki samþykktar til að komast í öryggi með sig og sína fjölskyldu. Við viljum þetta öll fyrir okkar fjölskyldu og myndum gera. Vestmannaeyjagosinu, þá komum við allir upp á land. Skilurðu, þú veist, við erum bara fólk. Já, einmitt. Nákvæmlega. Og jafnvel þóttu við séum fólk sem okkur finnst bara leiðinlegt eða asnalegt eða heldur asnalega upp á hátíðina sínar eða ekki nógu kurteis eða whatever, að þá erum við samt manneskjur. Þetta líka minnst, já, þetta var svona áberandi núna í umræðinni, sko, einmitt þegar egypska fjölskyldan fór í felur, að þá heyrðust svona raddir eins og, já, af hverju eru foreldrarnir að brjóta á lögin, þú veist, hvaða, hérna, þú veist, þau getur bara sjálfum sér kennt og eitthvað svona, en ég meina það að þau fari í felur, það að þau brjóti lögin, það ítrekkar í rauninni í hvaða neyð þau eru. Já. Og þau eru, og einhver staðar las ég með að þau hefðu forðað sér undan ákveðnum hlutum strax í upphafi. Já. Til þess að reyna að fá dvalarleyfi. Og það náttúrulega sína borgaralega óhlýðni, það bara á þennan hátt, það finnst mér bara að vera mitt ítrekkun það, ok, ég bara í rosalegri neyð hérna með fjölskylduna mína. Ég verð að gera allt sem ég get til þess að reyna að talandi það hvað ég var stolt af minni hlið af íslensku þjóðinni í samstöðunni með þessari fjölskyldu sýnir það, þegar allt fólk, þetta bara svona, það ekki hægt að breyta hlutunum. Það bara víst hægt ef við stöndum saman og vitum hvað rétt í lífinu. Svo voru nú nokkrir og voru eitthvað að tala að hann væri náttúrulega stimplaður maðurinn sem hryðjuverkamaður út af því að hann hefði verið þarna í stjórnarandstöðu og eitthvað svoleiðis. Ef að það væri stórvandamálið, bara, heyrðu, hann má bara vera þá settur til hlíðar einhvers staðar og fjölskyldan verður áfram. En við sendum ekki fólk út í óvissu og ofbeldi
frá Íslandi í miðjum pandemík. Það bara, þú veist, þannig, það ekki manneskju sem gera það, það er kalt kerfi sem gera það. Já, einmitt. Við finnum lausnir en ekki, þú veist, að því ég meina, ef að þið vilja endilega halda því fram að hann sé hættulegur, þá bara til fullt af stöðum sem að hættulegt fólk getur verið á Íslandi. Já, akkurat. Við hefum fullt af Íslendingum sem settir og bara settir einhvers staðar. Við sendum þá ekki til Egyptalands. Nei, einmitt. Nákvæmlega. Það er lögt. Herðu, já, einmitt. Herðu, nú er Ísland aftur komið á hættusvæði með COVID-ið, varstu búin að sjá það? Nágrannaland setja Ísland á lista yfir hættusvæði. Já, ég var ekki búin að sjá það, en ég trúi því alveg, en eins og ég segi, það sko þessa viku búið að vera, sem sagt, ég átti að fara í mjög mikilvægt læknisdæmi á mánudaginn sem að fyrst var, ég fekk sko SMS kvöldið áður, það bara, þú skiluru, þú veist, ég átti að mæta 8 og ég fekk SMS klukkan 10 kvöldið áður. Og síðan einmanneskja sem býr með mér á leiðin í aðgerð sem veit ekki hvort að það verður frestað ekki á mánudaginn og þegar við hringdum til að fá upplýsingar þá sagði manneskjan í símanum bara, ég veit ekki neitt, það voru allir sendir heim í sóttkví á þessari deild, það er eitthvað og ég hef ekki hugmynd eitt eða neitt. Já, það eru opaslega margir innan spítalans í sóttkví, starfsmenn spítalans. Já, það nefnilega eitthvað sem hefur komið upp, sko. 37 starfsmenn hjá skattinu komnir í sóttkví. Já. Þannig að þetta alveg svona, já. En ég meina það nefnilega, og ég meina þetta náttúrulega bara eitthvað sem að gerast og þetta rosalega erfitt af því að, sko eins og ég segi, ég veit ekki alveg heita sögunum hvernig þetta gerist. Við erum komið gest. Við erum komið gest! Sjáum hvað hann vill spjalla velkomin. Velkomin, Jack. Gaman að sjá þig. Heyrum við í þér? Heyrum við eitthvað? Heyrir þú í okkur, Jack? Við erum algjörlega tilbúin til að spjalla við þig. Ertu búin að unmjúta hann á eitthvað? Nei, býtu, hann á að geta, ég þurfa að gera það. Ég veit það ekki. Nei, hann er mjútaður. Hæ, heyrðu í okkur. Heyrðu í okkur. Já, eitthvað hann að segja. Halló, heyrðu í okkur, skan. Við heyrum ekkert í þér. Nei. Við langar að heyra röddina þína en við heyrum hann ekki. Hann þarf að finna út úr því. Það kemur smá saman. Hann allavega henni inn í spjallinu ef að röddin kemur inn hjá honum. Já, þú vonandi nærða fyrst eitthvað í stillingunum þannig að við heyrum í þér. Já. En já, eins og ég segi, þetta með áhættusvæðið, ég meina það bara eðlilegt flæði í því sem að gerast núna. En ég talaði mannski vikunni sem að var bara ég þarf ekki að vera með grímu. Út af því að það bara gamalt fólk og veikt fólk sem deyr og ég bara, heyrðu, ég ein af þeim hérna og hún bara, já, en það bara gamalt fólk og veikt fólk og ég sagði bara, já, ég ein af þeim hérna og ég einhvern veginn bara, já, sumt fólk bara átta sig ekki á heiminum, sko. Jack, fylgtaðu svolítið í stillingunum hjá þér svo þú komist nú inn, það fróðlegt að heyra hvað þú vildi segja. Já, við verðum að fá þig einhvern veginn nú segja ask to unmute hérna. Hvort að það breyti einhverju? Ég held að það breyti, svo sem ekki. La. Og þú með allar stillingar réttar, heldur þetta, Jack? Mér sýnist hann vera að svara okkur. Svo spjallina til hliðar ef þú vilt segja orð við okkur svo við getum kannski heyrt að þú sért að heyra í okkur. Já, þú getur kannski svara, við settum tjattið hérna, tjattgluggan, hvort að þú heyrir í okkur. Þetta svo spennandi, svona öðruvísi. Þetta rosalega spennandi, svona í beinni. Já, við erum bara rosalega eitthvað. Ég eitthvað suð núna sem að gæti verið að tjá. Já, prófa, já. Við heyrðum tímabundið í þér. Prófa að snúa dekkinum í tölvunni og sjá hvort það sé eitthvað laust tengdur. Já. Nei, ekki það.
Stundum virkar líka, sko, ég hef ekki með á það í Zoominu að ef ég hef til dæmis ekki verið með headphone mín tengt þegar ég kveiki þá virka þau ekki nema ég loggi mig út og loggi mig inn aftur, sko. Þannig að þú getur líka prófað að skokka út og inn aftur, og sjá hvað gerist. Þú getur prófað það líka, fara út og koma inn aftur. En núna slökkt á mikrofónunum allavega, samt, sko. Nú kveikt á honum, samt. Já, hann svona hreyfist ekki, þannig að... Já. En ef þú heyrir í okkur, Jack, prófað að fara út úr fundinum í smá stund og koma inn aftur, vera með allt tengt eins og það var, svo að þú hvort að Zoom tekur því rétt inn þannig. Þannig að vera komið með tengt headphone-inu og allt það. Ok, hann sá okkur. Hann heyrir greinlega okkur. Já. Sjáum hvort að það virkar sem svona inn en át ekki. En hvað segir þú? Hefur þú eitthvað að segja, María mín, vikuna? Herðu, já, vikuna? Já, það er bara búið að brjála að gera hjá mér í þessari viku reyndar. En líka það er bara, ég náttúrulega að vinna fyrir Öryrkjabandalagið líka. Já, þú ert í vinnu fyrir alla í heiminum. Já, öryrkinn. Já. Þannig að, og það er búið að vera mikið að gera þar og það er verið að undirbúa aðalfund. Þannig að sem er svolítið sérstakt núna, af því hann verður sérstakt á föstudaginn næsta, til viku og þetta er allt svolítið sérstakt af því að út af náttúrulega COVID-inu. Það þarf að vera væral, Já, það þarf að vera hægt að tengjast líka bara í gegnum Zoom og halda stóran fund að hluta til í gegnum Zoom og slikt, þannig að Kemur hann Jack inn aftur og sjá hvort hann er ekki alveg örugglega unmuted og svona? Segðu nú eitthvað ástin okkar. Ég er ofvinaleg, þetta alveg. Ég er svona manneskja bara eðlilega. Ég hitti fólk í strætó og eitthvað, hvað segir æska mín? Og svo fatta ég þegar ég er að fara út bara, kannski fannst þeim þetta pínu óviðeigandi. Það hreyfist ennþá ekki mikrofóninn hérna hjá þér. Þetta er nú meira. Já. Er settings þarna hjá þér með, þú veist, input microphone from computer eða eitthvað svo listóttari sem þetta fyrir í? Nei. Jú, heyrðu, við heyrum í þér. Velkomin. Hvað gerðist? Nú komstu allt í inn. Já, málið er að ég er að nota speakerinn á kamerunni. Ok. Það er eitthvað, sko, ég er með hljóðkerfi sem er Spes og flott. Þú ert með eitthvað svona advanced? Já, ég er með mixer á alla græður, sko, en bara málið er að það er eitthvað, ég skil ekki hvað er í gangi vegna þess að það er eins og það virkir ekki stundum með Zoominu, sko. Nei, hvað viltu segja gott við okkur, Jack, í dag? Ég veit það ekki, maður er bara prófa ríki. Spá aðalega í því hvað er að gerast með þessa íslensku krónun eins og bilað jójó sem bara niðurleið. Já, þú ert náttúrulega í útlöndum þannig að það hefur áhrif á þig, er það ekki? Jú, það gerir það náttúrulega því að við erum rosalega óörugg alltaf það, sko, þú veist, hvað fáum við útborga núna? Hvað verður úr örorkulífeyrinum? Já. Hvað hefur verið fjárhagsmunurinn, bara svo ég spyrji fjárhæðamunurinn, ef ég má spyrja? Ég er svo forvitin þetta, maður veit þetta ekkert. Já, þetta er náttúrulega, sko, það er náttúrulega eðlilegt að þið spyrjið, því að, sko, það er svo misjafnt. Ef við tökum bara 220.000 kallinn, sem er svona viðmið fyrir öryrkjan. Já. Og byrjum bara á 12.90, að sænska krónan kostaði 12.90 áramót. En hún er í 15.30 núna og er búin að fara yfir 16 krónur líka. Já. Þannig að þá ferðu í staðinn útborga hvað munar einhverja tugi? Já, tugi. Ef við tökum bara sem dæmi, sko, 220.000. Já. Sinnum, ég má segja bara 12,90. Þá erum við að tala, sko, 28.000. Vá. Það er alveg svakalega mikið.
Það munar rosalega það sko. Mikla sveiflur. Fyrir okkur sem með svona ömurlega lágar tekjur, þá munar náttúrulega bara hvern 5.000 kall. Þannig að Algjörlega. Þetta alveg svakalega mikil munur. Ég að rugla, það 17.054 sem að... En það munar það líka? Já, 17.054 ef að erum að tala 12.90 sko, en eins og staðan núna, 220.000, deilum við það með, sagt bara 15,30, þá erum við að tala 14.379. Þetta munar bara rúmum 3.000 kalli og það bara hálf mánaðarlega á því húsnæði sem við erum að leigja. Já, það bara símareikningurinn minn til dæmis í heilsinni fyrir alla á heimilinu og eitthvað sko. Þetta ástryggingar á hjólunum mínu. Já. Nei, ástryggingar, elskar mín, þetta mikið meira. Sko, ég að borga 1.280 krónur á ári fyrir hálfkasko af mótorhjóli. Við erum að borga bílnum fullkasko rétt tæplega 8.000 kall á ári. Já. Þetta rosalegt sko. Við erum að borga einn í húsalegu, við erum nýflutt, leigjum þetta með vin okkar. Við borguðum á gamla staðnum, þá borguðum við 6.000 í það sem kallast kallhýra, sem sagt þá þurftum við að sjá rafmagn og upphitun og allan bakkan. Þar kynntum við húsið með pellets, sem eru svona trépillur. Við vorum að borga, það tvöfaldaði nánast leiguna yfir árið. Já, einmitt. Hérna erum við að borga með öllu. Við erum með 174 fermetra húsi á 3 hæðum. Já. Þá, sko, hérna eru flatamál húsa reiknað allt öðruvísin á Íslandi. Já. Og ef þú ert með 3 hæða einbýlishús á Íslandi, þá reiknast allar hæðirnar sem heildar flatamál hússins. En hérna það bara grunnhæðin sem að hérna er... Reiknuð, já það. Já, bara flöturinn sem að tekur á jörðinni. Ekki ef það kjallari. Það bara jarðhæðin sem að húsið er. Bara jarðhæðin sjálf. Já. En og þið getið ímyndað það, þetta hús er á 3 hæðum, það er kjallari, hæð og ris. Og þannig að þetta eru rúmir 500 fermetrar sem við búum í hérna og við erum að borga 12.000 sænskar á mánuði fyrir það. En að því við erum 3 hérna, þá deilist þetta niður á okkur 2 og svo vin okkar sko. Og ef þetta 12.000 sinnum, hvað sagði ég, 15,30. 15,30, þetta eru 183.600. Það nú nokkuð vel sloppið ef maður bera það saman við það sem fólk að gera hérna heima. Já, fyrir náttúrulega svona marga fermetra. Já, náttúrulega líka það. En svo verðum við líka að horfa á það, sko. En þetta að segja hitinn bætist bara ofan á þetta, er hitinn inn í... Já, en svo er svo misjafnt hvernig húsin eru hituð hérna. Hérna er svo kallaður bergvarmi, sem er svipað jörðvarmi sem eru lagðar pípur í jörðina, nema þetta borhóla sem er boruð 150 metra niður í jörðina. Og síðan er þetta system sem virkar í þú ískápur. Í staðan fyrir að kæla inni, að þá hitar það. Það tekur varman úr jörðinni og breytir honum. Og þetta bara kostar anskotan ekki neitt. Þetta bara gengur. Og þetta system er algjörlega sjálfvirkt, þetta er bara vatnsofna kerfi eins og Íslandi sem hita þetta. Og þetta hita neysluvatni líka og með rafmagn og öllu erum við að borga sem sagt hita og öllu erum við að borga sem sagt samanlagt 12.500. Þegar þú skoðar hérna nú bara svona alveg yfir í alveg eitthvað annað, nú ert þú búin að vera svolítið lengi þarna úti, ef þú berð saman, þú veist hvernig það væri nú ef þú værir manneskja sem væri að enda á örorku þarna úti, miðað við það hvernig þú hérna sem íslenskur öryrki upplifir hlutina, hvar eru stóru hérna munirnir, hvað finnst þér að vera eitthvað sem við gætum tekið og eitthvað sem við höfum betur? Við náttúrulega erum laus við helvítis hérna starfsgetumatið.
það náttúrulega bara skelfilegt helvíti að horfa upp á hvernig þið farið með fólki því. Já, það náttúrulega verið að gera það gegnum virk þá núna eða? Nei, það verið bara í Svíþjóð náttúrulega. Já, í Svíþjóð eru þeir. Ísland eru við laus við það. Já, veistu, sjáðu hvað ég algjörlega inn í málefnum dagsins, ha? Já, ég ekkert betur inn í þeim í sjálfu sér, sko. Ég reyna að fylgjast með þessu í get, en náttúrulega búið að taka sinn tótt, flutningarnir og annað og ég bara nýkomin með vinnutölvuna upp aftur. Eins og sjáðu hérna fyrir aftan mig, sko, það ekkert. Svo það náttúrulega líka bara það einmitt að við erum náttúrulega, sko, þeir sem að þurfa að fara að standa í þessu síðan þegar þeir hérna eru á þessum hlutum, að þeir eru náttúrulega bara að hafa ekki hérna líkamlega orku og annað til þess að berjast í gegnum þetta allt saman. Alltaf svolítið fundist þetta svo mikið geðveiki að fólkið sem mest þarf að aðstoða halda sé allt í einu sett inn í þá stöðu að hérna mega ekki að þurfa að leggja í rosalega mikla vinnu til þess að hérna til þess að fá allt sem þau þurfa ofan á það að vera hálf meðvitundarlausir kannski á sínu veikindum og öðru. Sko, það var sagt, eða ég sagði það og þeir sem voru að fara á örorkasvipu leituð ég þarna í kringum aldamótin eða uppur aldamótunum. Að ég get sagt ykkur það að þetta var ekki full vinna að standa í þessu stappi við Tryggingastofnun og læknasystemið og sérfræðinga og reyna að finna út hvaða rétti maður áttu og annað. Þetta var þreföld full vinna. Já. Af því ég bjó út á landi og ég þurfti rosalega mikið að fara til Reykjavíkur. Og þú veist að vera æða af stað til Reykjavíkur klukkan 6 á morgni og vera kannski heim á miðnætti, 3-4 daga í viku og vera svo í endurhæfingu í Reykjavík. Heldur þetta hafi eitthvað verið. Nei, þetta var bara þreföld full vinna. Maður fékk kannski 4 tíma sólarhringi í hvíld. Já, ég var einmitt að tala mikið við vin minn á þeim tíma sem er vel staddur maður á góðum launum og hann var einmitt að ræða hvað það væri fyndið að þú veist, hann þarf ekki standa í neinni pappírsvinnu fyrir þú veist alls konar hluti sem að tengjast því að hann fái þetta og hitt í ákvætt eða þú veist, það eru svona eins og hluti sem að hann hefur aðgang að sem maður með peninga en ekki ég. Og hann var nú fannst það svo ótrúlega fyndið, ekki fyndið, bara fáránlegt að horfa upp á hver mikla vinnu ég var að leggja í við þetta allt saman og allt sem að hann, þú veist, honum fannst einhvern veginn, hann fikk bara alltaf upp í hendurna allt sem hann þurfti að vita, sko. Já, nei, þetta sko, þú veist, maður sendur frá Pontíasi til Fílatusar og svo aftur tilbaka og 14 hringi viðbót, sko, þú veist. Og svo alltaf færi alla pappíra manjúlt á milli og þú veist að borga 400 krónur fyrir þennan pappír og 500 krónur fyrir þennan pappír. Ég held líka bara, svo ég allavega lendi því sjálf og það ekki fyrir mörgum árum seinna sem að ég uppgötaði svona alls konar réttindi sem ég ætti rétt á. Já, og fréttir það náttúrulega líka bara frá hinum öryrkjum. Já, ég veit það og það var ekkert fyrir að ég fór að hitta svona markvisst að vera í einhverju svona grúppu að hitta aðra öryrkja sem að ég bara var að uppgöta alls konar hluti, sko. Já. Ég held að það hafi ekki verið fyrir 2012 eða 2013 sem ég uppgötaði það. Ég átti rétt á bílastyrk og bensínstyrk og af því að afslætti af einhverjum hérna, já, afslætti af einhverjum bifreiðagjöldum og... Já, ég vissi nú þetta var bifreiðagjöldunum en það sem að var það að ég var náttúrulega ónýtur í bakinu og með ónýta vinstrilöp og að ég ætti rétt á hreyfiorlunarkorti, sko, þú veist, P-passa. Að ég geti lagt stæði fyrir það tók mér mjög langan tíma líka. Já, ég nefnilega notfærði mér það reyndar aldrei. Ég fréttaði árið áður en ég flutti út og mér munaði ekkert það, sko, að leggja bara í venjulegt stæði og lappa smá spöl. Já, svo það nefnilega íslenskir öryrkjar eru líklegasti til að vera mitt hógværastir bara á ég nokkuð að vera að hérna sækjum þetta, það gæti nú verið einhver sem að þyrsti það nú meira og svo framvegis. Jú. Þess að svolítið fyndið, sko, að því að fólk heldur að við málar okkur sem svo mikla hérna svona, þú veist, eitthvað kerfisfræðing og eitthvað sem að erum að fara í gegnum og rættum öllu. Sko, ég hef nú bara lent í alveg bara ofbeldi, sko, við það að nota P-passa og vera ekki í hjólastól. Þetta eru bara oft alveg skelfilegar árásir sem maður verður fyrir
Já, bara tilfinningarlegar og líkamlegar og fólk hefur komið á bari í bílinn hjá mér og hreitt í mig alls konar hlutum og bara lítur á mig og hugsa bara byrju það ekkert af þessari konu. Já. Nei, það að því þú ert ekki með hausinn undir handleggnum eða löppina. Akkurat. Þú veist, þessi fordómar, það sko, þú veist, það bara áætlað, þú veist, það ekki hugsað. Það enginn að pæli því að, þú veist, ég kannski lappa, þú veist, inn í bíkó og ég kem hölt út, sko. Þú veist, það enginn að pæli því. Það er bara hvernig ég lít út einmitt. Já. Nú annað, ég náttúrulega keyri mitt mótorhjól og ferðast mikið á því og nota það sem samgöngutæki. Málið það, þú veist, það ekki litli fordómarnir sem maður hefur fengið fyrir það að koma á stóra mótorhjóli. Fólk gerir sér enga grein fyrir því að keyrum á mótorhjóli í raun fyrir betur með líkamann og bakið heldur en nokkuð tíman að sitja í bíl. Akkurat. Og þegar þú, sko, jú, þetta geta náttúrulega verið smá átök fyrir þá sem eru óvanir að reisa mótorhjól upp á standara, en sko í raun ákveðin tækni við það sem bara fólk fattar ekki. Fólk að taka í stýrið og reyna fólk bara að reyna að taka í stýrið og ætlar að lyfta hjólinu svoleiðis upp á standaranum. Og þú veist, mér að segja, kona mín, sko, hún áttaði sig ekki á því hvað það var einfalt fyrir en ég kendi henni að reisa mótorhjól upp á standara. Og hún fer leikandi létt með mitt hjól, sko, sem er nú töluvert þyngra en það sem hún á, sko. En þetta bara ákveðin tækni og þetta sko, það sem kannski fyrir verst með mig að keyra mótorhjólið er það að vinstra hnéð á mér og mjöðminn fer alltaf í kásu. En að því að maður með hreyfingarnar, að maður að beita hreyfingum sem að liðka upp vöðva og liði, sko, í bakinu, það fer þetta mikið betur með skrokkinn að keyra stuttar vegalengdir þó að maður sé allan daginn á hjólinu, að keyra ekki meira en 30-40 kilometra, standa þá aðeins upp og hreyfa sig og halda síðan áfram. Ég var líka að tala við konu í dag, ég þurfti aðeins að ferðast, það var í gær fyrir, ég þurfti aðeins að ferðast í gær og aðstoða kona sem ég með nokkra dag í viku var að keyra mig og hún sagði einmitt, sko, hún var að bölva því, sko, fyrir til dæmis gigtasjúklinga og aðra, þú veist, hve illa fer með líkamann, allar þessar hraðahindranir og þessi pínu stangir sem eru til, sem ekki hraðahindrun heldur svona eins og bara svona smá eins og einhver hafði lagt stöng svona í malbyggjunu. Og þetta eitthvað sem að í raun og veru fer bæði illa með bílinn og mann sjálfan. En þetta eitthvað sem að gerir til dæmis það að verkum að alltaf því ég keyri, þá þarna auka álag og ég orðin þreyttari því ég komin ykkur og ég færi ekki strætó nema bara vitandi það að ég þurfti aldrei gera neitt í 3 daga í viðbót vegna þess að þegar sko enginn bara að beygja eins og ég veit ekki hvað og þetta bara eins og ég hafa farið velt mér í tunnu niður brekku að fara í einu strætóferð. Þannig að maður þarf alveg að finna það sem hentar hverri líkamsgerð og við erum ekkert öll eins. Sum erum við kannski stundum í hjólastóli getum staðið upp, suma daga getum við hitt og suma daga getum við þetta og þótt að sjáist ekki á okkur einhver viss fötlun þá kannski líka pælingin, það tveir fítusar sem er hægt að setja þetta inn í. Annars vegar til dæmis það að við vitum það að við séum að safna orku fyrir eitthvað seinna daginn og þess vegna þurfum við þótt að sjást ekki á okkur að leggja þarna á þessum tíma. Og svo annað að fólk sem með andlega veikindi sem að valda til dæmis því að þeir eiga mjög erfitt með að vera í mannfjölda eða öðru, þarna það er þá, og sést ekki en þarna er viðkomandi að gera sér kleift að komast inn í búð til að kaupa eitthvað að því hann getur farið beint út aftur. Já, ég veit bara líka, þurfa að minnast á það að það er eitt af því sem dúkkaði upp mér sko, það var að ég fór að fá kvíðaköst og síðan ofsakvíðaköst og félagsfælnin sko er eitthvað sem er farið að há mér bara all illa í dag og ég á bara ofboðslega erfitt með að fara út á meðal fólks og þú veist forðast að eiginlega bara þegar ég þarf að fara að versla sko þá fer ég helst á þeim tíma sem minnst er að gera
en helst reyni ég að komast hjá því. Ég geri það bæði út af COVID-ástandinu og svo einmitt suma daga ef maður veit það fyrir þá bara vill maður ekki þurfa að standa fyrir sínu fyrir framan alls konar fólk eða þurfa að vera eins illa á sig komin eins og maður fyrir framan alls konar fólk. Ég held að þetta með sko félagsfælinu og þetta náttúrulega ástæða fyrir því að margir geta ekki notað einmitt strætó eða almenningssamgöngur. Ég geti það ekki, það bara ekki séns. Það alltaf lagi kannski hérna, þú veist, ég geti notað lestina hérna, sko, við erum komin á þannig stað, sko, hérna er bara lestin nánast við bakgrindar hjá manni, en ef ég þyrfti að fara eitthvað lengra, sko, þá geti maður farið í lest og það myndi ég sjálfsagt nýta mér en að fara með strætó, nei, veistu, Tengir þetta við það að vera, þú veist að þetta séu bara svona eins og ég segi veikind og svoleiðis, eða tengir þetta við einhverjar afleiðingar þess að vera að tækla það sem að þú ert að tækla samfélagslega, heldur að þessi félagsfælni skapist vegna þess hvað það erfitt að vera fatlaður í umhverfinu eða heldur þetta sé bara, þú veist, hlutir sem gerast, þú veist? Það er rosalega, sko, það er rosalega erfitt að segja til það vegna þess að þetta getur helst yfir mann hvar sem hvenær sem sko. Þetta gerir engin boð á undan sig. Allt í einu byrjar maður að svitna og skjálfa og þú veist, það er engin nærtæk skýring og maður bara paranoiaður. Stundum eins og bara komið algjörlega out of the blue. Já, ég var bara að pæla með þessa aukningu sem þú nefndir, hvort að þú tengdir það við það? Þetta, ég tengi það mjög vel við þetta og sérstaklega út af því að sko ég var fyrir svo óbóðslegum fordómum þegar að bakið á mér gaf sig á sínum tíma og ég var að ganga í gegnum örorkumatið og allan að bakka. Sko, þú veist, þetta komið tímabil þar sem manni leið ágætlega og maður gat gert ýmsa hluti og það var alltaf hort á það. Ég meina, hvað er þetta að væla? Þú ert búin að vera út í garði að gera þetta, þú ert búin að vera að gera þetta og hitt og þó maður sagði, sko, já, veistu hvað það kostaði með marga daga í bælinu og verkjalífi? Já, og líka stundum gerir maður hluti sem maður getur ekki. Já, og það var sagt, sko, þú veist, já, það kemur bara málinu ekkert við. Býtu, halló, kemur það ekkert málinu við að ég tók á þarna í 2 daga og lá í viku bara út og dopaður af lyfjum. Af því að verkefnin voru svo rosaleg. Því ég hafði ekki í þetta. Flutningarnir hérna, það fóru rosalega illa í mig af því að það sem ég gerði og má í raun ekkert gera, ég hjartasjúklingur ofan á allt annað, að ég keyrði mig bara upp á adrenalíni. Þú veist, bara, ég stressaði mig upp, ég var alltaf stressaður, ég var alltaf í fullri keyrslu. Go! Já, bara að halda mér uppi á sem sagt adrenalínu til þess að slá niður verkina og slá niður þreytuna og keyra mig áfram. Og tók viku í þetta og ég gjörsamlega keyrði mig í þrot. Já. Heyrðu, en ég þarf að stoppa ykkur af, kæru. Já. Við erum runnin út af tíma. En mikið gaman að þetta skulle hafa tekist hjá okkur, við fengum í innríkjanda. Frábært að þú skildi koma inn á línuna, Jack, við hérna. Já, það var bara tilviljun að ég rakst á þetta og hugsaði, já, okkur ekki. Við ætlum að gera þetta af og til svona á föstudögum, þannig að verðum með augað á okkur. Ég geri það, ég blikka ykkur svona hérna í gegnum netið. Algjörlega. Þannig að við bara þökkum kærlega fyrir spjallið. Og minnum á Facebook síðuna Öryrkjaráðið og sjáumst bara næst. Sjáumst næst. Gerum það. Takk fyrir mig. Takk. Bless.